Steini, mættir hann til Stara Passoa, hvernig er þetta fílaði í hitan? Bara vel, mér líður bara vel í hitta og þetta hefur bara gengið vel. Þetta þurfum við að svona gera hluti inn á æfingasvæðinu sem að hjálpa leikmönnum að díla við hittan og takast á þetta allt saman en ég held að þetta sé bara fínn undirbúningur fyrir mótið og það verður alveg ágætlega heitt í Sviss, kannski ekki alveg svona en samt við þurfum að díla við hitta þar líka og ég held að sé bara fínn undirbúningur fyrir okkur undir það. Það eru ykkur 38 gráður úti núna, menn er ekkert mikið að hætta sér út í þetta? Nei, ég er búinn að fara í 40 mínútur út af hótelinu fyrir utan æfingar. Það er ekki meiri en það sem ég hef gert hérna síðan á mánudaginn. Þannig að maður er ekkert mikið að þvælast úti en það er alveg nóg að vera út á æfingum og tók út smá göngutúr í gær en öðru leyti er ég bara búinn að vera á hótel að vinna. Þið eru í svona ákveðinu búblu hérna, þetta er bara allt á sama stað og svona, er þetta ekki bara fínt? Þetta er rosalega þægilegt, mjög þægilegt. Það er ekkert ferðalag okkur á æfingar eða neitt svoleiðis, þannig að það hjálpa bara mikið. Við bara röltum hérna af hótelinu og beint út á æfingasvæði með allt ótið okkar og bara mjög þægilegt og völlurinn er náttúrulega bara í sama göngufæri. Ég horfa á völlin út á herberginu mínu, hann er 25 metra frá herberginu mínu. Þannig að þetta er mjög þægilegt sko og bara, þetta er bara fín búbla og þetta hentar okkur bara vel að vera svona í rólegheitum og geta farið yfir hluti og unni vel í okkar málum og gert hlutina bara eins vel og við getum. Þá bara skríða beint út úr rúminu og inn á æfingavöllina? Ekki alveg, það er nú ekki svoleiðis, en ég fer nú morgumat og svo eru fundir og allt svo áðurnum fyrir maður æfinga, þannig að það er alveg nóg að gera en sjálfur sér er þetta alveg lúksus að horfa bara á keppnisvöllin bara beint út úr glugganum hjá manni og vita út í hvað maður er að fara. Þessi leikur eftir mér sem maður geta alveg setja á svölunum bara og horta á leikinn sko. Þannig að já, bara svona verið í svona búblu, bara geta einbeitt sér bara fullu á fótboltanum og svona rétt fyrir stórmót, þetta er svona ákveðin lúksus. Já, þetta eru flottar aðstæður hérna og þetta var alveg ágætlega val hjá okkur að koma hingað og ég held að þetta sé náttúrulega bara drauma aðstæða fyrir knattspyrnusamband að hafa og þú ert bara með aðstöðu fyrir öll landsliðin og getur bara haft allt á einu svæði og hefur allt til alls og þannig að þetta er bara eins og þetta á að vera hjá þjóðum og þetta er bara virkilega flott hjá þeim og bara þægilegt að vera hérna og við bara höfum notað okkar vel og vonandi skilaði sér bara í leiknum á morgun. Eitthvað sem við Íslendingar getum tekið til fyrirmyndar eins og við kannski segjum oft þegar við förum til útlanda? Já, algjörlega, það segir þetta alltaf held ég bara. Þessi aðstæða er bara flott, þetta er bara virkilega flott. Æfingavöllurinn er bara mjög góður sem við erum á. Eina sem verður náttúrulega, þeir reyna að vökva hann í klukkutíma þá kannski verður hann smá blautur en það er helviti fljótur að þotna hluti á honum en þeir eru mjög duglegir eins og bara gera allt fyrir okkur og við getum alveg dreigið lærdóm af ýmsu varðandi það hvernig aðstæða ætti að vera fyrir okkur heima á Íslandi að hún ætti að vera betri bara fyrir sambandið, ég er algjörlega sammála því. Hvernig hefur gengið að æfa samt í hitunum eins og segir að það eru gripið til ýmissa ráðstafana þegar maður er að æfa í svona hita, ekki? Jú, við þurfum náttúrulega bara að drekka vatn og saltvatn og allan anskotan af því og svo er verið að kæla leikmenn með köldu vatni og eitthvað svoleiðis og gefum okkur góðan tíma á æfingunum og taka vatnsbásur og allt þetta og við ætlum reyndar að hafa 2 æfingar í gær en við höfðum bara eina og voru svo helviti heitt eftir hádegi þannig við slepptum seinni æfingunni í gær bara út af því að fannst það bara að vera of erfitt að vera að taka 2 daga í röð í þessum hita 2 ára dag þannig að við slepptum seinni æfingunni í gær út af því en við höfum samt alveg þetta hefur verið alveg törn hjá okkur og mikið fundum og allt sem því fylgir líka þannig að það er alveg nóg að gera fyrir leikmenn en þær fá líka alveg sinn tíma til að horfa á Love-Island og eitthvað svona. Fyrir ykkur starfsfólki er mikið álag þessa dagana? Já, þú veist, er þetta búið að vera, þetta er alveg hellingstörn að taka þátt í lokamóti í fótboltanum eins og núna eru bara 5 starfsmenn núna í Sviss að undirbúa að preppa hótelið okkar og gera allt klárt þegar við mætum á laugardaginn. Þau fóru eitthvað í gær og það er bara verið undirbúa allt og gera allt klárt. Þannig að þetta er alveg heljarinn að vinna og svo bara yfir allan veturinn. Þetta er búið að taka bara síðan bara frá því síðasta haust. Hefur starfsfólk innan sambandsins þurft að vera að vinna með beinum hætti að undirbúningi þessar lokamóts og það eru alls konar hlutir sem bara svona lítil atriði sem þarf alltaf að vera að svara einhverjum fyrirspurnum
bara hvernig markmannshanskinn á litinu og eitthvað svona sko. Þannig að þú veist, það eru bara svona litli hlutir sem eru ótrúlegir en þetta alveg álag á starfsfólk og svo þegar hann nær dregur að þá uppgöta allir ok, þetta alveg helviti stórt. Þannig að þú ert ekkert að horfa á Love Island eða eitthvað? Nei, ég hef ekki hort á Love Island, ég er búinn að vera að vinna og svo reyndar slappa maður aðeins af svona setna á kvöldin en það þeirra þættir, ég er ekki mikið að horfa á Love Island. Þannig að þetta er svona frekar stór hópur sem að koma út með ykkur, starfsfólki fleiri en leikmenn, þetta svona gott að hafa góðan hóp. Það nauðsynlegt, hluta af þessu fylgir því bara að vera að taka átt í stórmóti að bara eru kröfur Júfa og svo náttúrulega mér sér líka annað starfsfólk, það starfsfólk frá Júfa inn á hótelinu með okkur líka sem að sinnir einhvers konar öryggismálum og bílstjórar og eitthvað svona. Þetta þú veist, raunverulega þessi 24 sem verður frá knattspyrnusambandinu að bætast einhverju fleiri við sem að koma frá Júfa raunverulega inn í þetta dæmi allt saman. Þannig að þetta alveg stór pakki og alls ekki þannig að þú veist, hafa allir nóg að gera. Þetta ekki þannig að það sé verið að bara, þetta sé einhver lúksus. Við erum örugglega með eitt fæstast starfsliðið á mótinu. Stærri þjóðnar ég hugsa stærri þjóðnar séum við allavega 40 til 50 manns sem að vinna við liðið þegar á stórmóti komið. Það styttist bara í þetta með hverjum deginum, það minna en viki þetta núna, ertu orðinn spennt fyrir þessu? Jú, algjörlega, maður býður eftir þessu en samt sem áður við búin að reyna svolítið að vera fókusur á að þetta mótið það sem að í næstu viku, en við þurfum að nýta þessa daga fram á móti vel og það tilgangur með þessu og við mögum ekki fara fram úr okkur með það að vera að horfa eitthvað langt fram í tíman. Við þurfum bara að taka einn dag í einu og vinna í okkar málum og þannig við séum þessi bestu undirbúin og við séum bara klár þegar mótið byrjar á miðvikudaginn. Leikur á móti Serbíu á morgun, hvað viltu sjá þessum leik á morgun? Ég vil bara sjá framfarir í spilamennsku, vil sjá að við gerum hlutina vel og við sjá að við séum að stíga skref fram á við og sýna fram á það að við náum markmiðum okkar á lokamótinu. Bara spennandi að fara til Sviss og eftir það en eins og segir, ekkert að fara fram úr okkur og skoða andstæðinga eða neitt annað þar? Jú, þetta súvinna búin að vera í gangi lengi og það allt saman bara, þau eru öll að spila í kvöld, Sviss, Noregur og Finnland, þau eru öll að spila núna eftir, þannig að við erum að fylgjast með því líka og Davíð Snorri er í Hollandi og fara að horfa á Finnland-Holland og þannig að hann gefur okkur report af það og laugardaginn þegar við hittum hann og þannig það alveg full vinna í gangi varðandi allt þetta og það búið að setja ýmislegt upp varðandi þessi lið og þannig að við erum búin að vera undirbúið þetta allt saman svolítið tíma og svona með hinu og við verðum vel undirbúið þegar mótið kemur. Skiptir líka máli að njóta? Já, algjörlega, þú verður að njóta þess að vera í að spila á lokamóti, þú verður að njóta þess að vera í þessum aðstæðum að taka þátt í þessu vegna þess að ef þú nýtur þess að þá getur þú fengið það besta fram úr sjálfu þér og það það sem við öllum ætlum að gera, við ætlum að vera besta útgáfuna sjálfum okkur og njóta þess að vera og njóta þess að taka þátt í þessu og með því ekki bara njóta heldur, við ætlum líka að ná árangri. Takk fyrir þetta, Steinar, gangi vel.